Já, ég heiti Einar Skúlason og frá VAP sem leiðsöguapp fyrir Android og iPhone síma. Þegar ég var lítill, þá var eitt af því skemmtilegasta sem ég gerði að fara í gönguferðir með ömmu. Við fórum upp í fjall eða niður í fjöru, hún sagði mér sögur, sýndi mér nýjar leiðir og hver ganga og hver ferð var ævintýri. Seinna, þegar ég var eldri, þá fór ég sjálfur að leiða hópa á sama hátt og amma hefði gert fyrir mig og segja sögur. En hún vildi alltaf heyra af því hvernig það hefði gengið og kannski ég að segja henni frá því þarna við þetta tækifæri. En þetta það sem VAPið snýst og ég stofnaði VAPið til þess að sýna fólki nýjar leiðir svo það geti farið sjálft með símann í farteskinu og ratað og fengið sögur eins og amma sagði mér. Af því að hver staður hefur upp á ótrúlega fegurð og ævintýri að bjóða ef maður skoðar aðeins betur. Við erum með gott teymi, af því að það þarf gott teymi til þess að hafa gott innihald. Margrét Tryggvadóttir ritstjóri. Berglind, hún sér að íslenskan sé afbragð. Ég verð að passa mig að segja rétt, ég held hún sé þetta í salnum. Og Ingunn sér að snara þessu yfir á ensku. Og svo sér Stokkur hugbúnaðarþróun og Samsýn sér að kortagrunnurinn sé í lagi. Það gríðarleg eftirspurn fyrir gönguleiðum á Íslandi. Bæði frá innlendum og erlendum aðilum. Og það líka mikið framboð sem betur fer og mörg svæði sem státa sig á góðum og fjölbreyttum gönguleiðum. Vandamálið eru upplýsingar. Upplýsingar eru mjög misvísandi og þú getur þurft að leita á vefsíðum, í bókum, kortum, kannski skiltum líka til þess að fá svona heildstæða mynd og stundum ber upplýsingunum ekki saman. En VAPið, þar eru GPS leiðarlýsingar sem að sýna erfiðleikastigið og vegalengdir og það offline. Þannig að fólk hleður leiðin inn á símann og síðan óháð staðsendingabúnaði þegar það að fara. Af því að eins og ég vitið þá ekki alls staðar gagnasamband fyrir símana. Svo líka 112 hnappur í VAPinu sem eykur öryggi þeirra sem nota það. En ég ætla að fara með ykkur í ferð upp á Þyril sem í Hvalfirði. Það fallega fjall. Þið byrjaðu á því að hlaða inn VAPinu og það kostar ekki neitt. Svo finnið þið Þyril og þar kemur fram að leiðin 8 km á lengd, hækkunin svona tæpir 400 metrar. Þetta flokkað sem meðal erfið leið eða rauð og tekur svona leiðilega 3 klukkustundir að fara og þið ákveða að hlaða inn leiðinni, það kostar smávegis. Og þá fáið þetta kort og sjáið að það eru svona upplýsingamólar á leiðinni og þegar þið leggja á stað þá sjáið þið svona lítinn bláan punkt sem sýnir hvar þið eru með við leiðina. Þegar þið eru komin upp á topp, þá til dæmis upplýsingamóli átök í Hvalfirði, af því að ein Íslendingasagna, eða harðarsaga á Hólmverja, gerðist að mestu leyti í Hvalfirði. Og þar meðal annars sagt frá Helgu Jarlsdóttur, þegar hún synti úr Geirshólma til lands með syni sína 2 til að bjarga lífið þeirra, af því að, já, það löng saga. En þeir fórum upp Helguskarðið, upp á Þyril, og áfram yfir til Skorradals og komist í VAR. Og það eru fjölmargar svona sögur í gönguleiðunum. Sumar leiðir eru ókeypis í VAPinu og þá eru þær í boði samstarfsaðila eins og Ferðafélags Íslands, Ungmennafélags Íslands, Heia Ísland, það Reykjanes Geopark, Katla Geopark og fjölmörg sveitafélag. Og það margt í boði. Alls hafa rúmlega 28.000 notendur nú þegar hlaðið niður VAPinu og þar af meiri hluti erlendi ferðamenn og þeir geta valið úr rúmlega 300 leiðum og leiðirnar færa þeim mikið innihald, það eru miklar upplýsingar, það aukið öryggi fyrir þá af því að þeir sjá á kortinu hvar þeir eru og geta ratað tilbaka og svo þessar leiðir í sátt við landeigendur og skipulagsyfirvöld og þeir stuðla náttúruvernd af því að ef menn verða varir við gróðurskemmdir þá leiðirnar hvíldar, alveg eins og fjaðrárgljúfur
sjást ekki núna í vappinu, en munu opna þegar Umhverfisstofnun gefur út að það sé í lagi. Og framtíðarhorfurnar, við stefnum á því að fara upp í 400 leiðir núna í byrjun sumars og í 500 leiðir fyrir áramót. Við stefnum að því að gera svakalega marga ánægða eins og þarna á myndinni, en við stefnum líka að því að fjölga samstarfsaðilum og svo ætlum við í útrás. Byrjum á nágrannalöndunum. Í Suður-Grænlandi vantar mikla innviði, þarna gríðarleg náttúrufegurð og mikil saga eins og þið þekkið. Eiríkur Rauði, þetta einmitt Eiríksfjörður, þar sem Eiríkur Rauði bjó í Brattahlíð. Og það gríðarlega spennandi að ganga á milli sögustaða og það hægt að fræðast bæði menningu hinna norrænu íbúa sem þið kannist við og líka menningu grænlendinga í dag. Og við erum komið með góða samstarfsaðila þarna og líka í Færeyjum. Þar erum við að undirbúa að setja vappið sömuleiðis. En amma, hún hóf þetta allt saman með því að taka mig í ferðir. Þarna hún og mamma og langamma. Og ég vona að hennar ferði með mér verði til þess að fleiri hér í salnum nýti sér útivist með vappinu. Og ég segi bara að ég verði hérna frammi á eftir og það verður gaman að spjalla við ykkur samstarf, hinna fjölbreyttu göngulegir sem við eigum á landinu og svo get ég sagt ykkur nokkrar sögur skemmtilegar á ömmu ef þið viljið. Takk fyrir.